Komið sæl og velkomin á uppgjörskynningu síldarvinnsluna fyrir fyrsta ársfjórðung 2026. Við erum að ljúka einu besta ársfjórðungi í sögu félagsins frá upphafi og það helgast af því að það var mjög góð loðnuvertíð eftir 2 léleg ár. Þar sem mikið af framleiddar loðnu afurðum og veiðar og vinnsla gengur vel. Þrýstitogarinn Blængur átti enn fremur mjög góðan fjórðung, fiskaði vel. Landvinnslur okkar í Grindavík gengur vel á tímabilinu. Bolfiskskipin fiskuðu vel og allir okkar helstu bolfiskmarkaðir eru sterkir, verð há. Hlutdeildarfélag okkar Polar Pelagic átti mjög góða loðnuvertíð, gerir út uppsjávarskip Polar Amasak og Polar Amarok. Það eru áfram töluverðar áskoranir í rekstri hlutdeildarfélags okkar Arctic Fish í fiskeldinu á Vestfjörðum. Þar erum við að horfa á svona lægð í laxaverðum og háan kostnað sem við erum að glíma við, þannig að afkoma þar var ekki ásættanleg. Ef við förum aðeins í lykiltölur í rekstri þá erum við náttúrulega að gera upp okkar fyrsta uppgjör í evrum frá því að við skiptum starfrækslugjaldmiðil áramót. Rekstrartekjur fjórðungsins námu 113,6 milljónum evra, EBITDA 46,1 milljón evra, EBITDA hlutfall 40,1 á móti 26,8 og hagnaður 35,1 milljón evra á móti 6,9 á sama tímabili árið áður. Þessar tölur helgast náttúrulega eins og áður segir bara fyrst og fremst á góðri loðnuvertíð, góðum verðum á öllum bolfiskmörkuðum og svona almennt góðum gangi í sjávarútvegi. Við veiddum 51.000 tonn, afurðir voru 34.700 tonn, heildareignir samstæðunni nema 966,6 milljónum evra, eiginfjárhlutfall 66,3% og handbært fé 66,5 milljónir evra í lok tímabils. Netto vaxtabærandi skuldir með EBITDA eru 0,87 og meðal gengi tímabilsins á evrunni voru 145,03 og sama fjórðungi ári áður var það 145,63 aðeins vext. Uppsjávaraflinn okkar var 41.100 tonn, fóru 25.600 og veiði eftir tegundum, ef við skoðum þá sveifluna þar, koma 29.000 tonna loðnuveiðin, 12.000 tonn í kolmuna. Það er snýst mikið við frá árin áður þar sem við veitum 25.000 tonn, þar er 24.000 tonna kolmuna og 1.580 tonna loðnu. Ef við skoðum stöðu aflaheimilda eins og við gjarnan gert í þessum uppgjörum okkar, þá eigum við eftir að veiða setjum hluta á 17.800 tonn tæpa eða 17.700 tonna norskislungi síld, 3.900 tonna makríl. En það er náttúrulega gríðarleg niðursveifla frá árinu áður og helgast náttúrulega makrílsamningum og ástandið makrílstofnsins. Kolmunnin þar erum við með 47.000 tonn tæp eftir í þessu uppgjöri, eða mánuð 31.3. En í dag eigum við eftir einhver 14.000 tonn, við veitum 32.000 tonn af kolmunna frá uppgjörslokum til dagsins í dag. Loðnan hún var 26.400 og svo bættum við aðeins við okkur í kvótaskiptum öðru og þannig að við vorum að veiða 29.000 tonn af loðnu eins og áður sagði. Uppsjávarvinnslurnar gengur vel, fiskimjölsverksmiðjan í Neskaupstað tók á móti 35.600 tonnum og þar við náttúrulega kolmunnin tæp 14.000 tonn og loðnan 21.600 en aðalega engin loðna fór beint til mjöl- og lýsisvinnslu í ár, hún fór öll flokkaðist smáægilegt frá í vinnslu frystihússins á heitilóðnu og síðan þetta hatti frá hornavinnslunni. Uppsjávarfrystingin tók á móti 20.000 tonnum, þar á 17.200 á heililóðnu og 2.900 á hornum, sem er líka mjög gott ár. Og heildarframleiddar afurðir hjá okkur voru 30.700 tonn. Bolfiskaflinn, hann er að sama skapi aðeins niður, 500 tonn niður, það var 10.000 tonn, fóru 10.520 tonnum og þar vegur þyngst enn sem fyrr, þorskveiði upp á 4.200 tonn. Hún er aðeins 100 tonnum niður og síðan er það ýsuveiði upp á 2.400, það er sama þar aðeins samdráttur. En heilt yfir hefur gengið vel að veiða hjá skipunum. Staða aflaheimilda í bolfiski við 31.3. er svona, ef maður skoðar þetta, 4.100 tonn í þorski, svipuð staða á sama tíu fyrra, ísand 2.900 tonn, var 3.300 tonn árið áður á sama tíma af 9.500 tonn á úthlutun. Ufsinn 3.700 tonn eftir þar, voru 4.300 á sama tíu fyrra og
gullkarfin 1490 tonn, voru 1700 tonn þar aðeins minna eftir, en heilt yfir bara ágætis staða. Nú, bolfiskvinnsluna hjá okkur áttu góð tímabil eins og áður hefur komið fram. Í frystihúsinu í Grindavík voru tekið á með 2560 tonnum, þar af 1140 af þorski og 30 af ýsu, svona skiptist nokkuð jafnt þar á milli, og síðan 300 tonna ufsa sem bætist við. Saltfiskvinnslan tók á með 2700 tonnum og við framleiðum einhver 3980 tonn. Þar af sjáum við að það er aðeins samdráttur í sjófrystum afurðum, bara minna af flökum, meira af flakavinnslu. Og við erum að sjá frystihúsið í 1240 tonnum og saltfiskvinnsluna með 1640 tonn af afurðum. Nú, ef við förum í reksturinn næst, þá ætla ég aðeins kannski að fara yfir þessi starfsrækslu gjaldmiðilsmál hjá okkur. En evran var sem sagt uppgjörsmynt okkar frá og með 1. janúar 2026 eins og áður hefur komið fram. Við skiptum starfrækslu gjaldmiðil þar sem evra er einfaldlega orðin sá gjaldmiðil sem við hlutfallslega mest í rekstrar- og efnahagslegu umhverfi samstæðunar. Eftir að vísir kemur inn í samstæðuna og eftir kaupa á bolfiskheimildum, að þá einfaldlega er evran orðin umfangsmeiri í okkar rekstrar umhverfi og efnahagsumhverfi en dollarinn er. Og þá ber okkur einfaldlega að skipta starfsrækslu gjaldmiðil og sú skipting er framkvæmd samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum ISA 21. Og aðeins bara rekstur samanburðartímabilsins, að þegar við erum að bera saman við rekstur síðustu ára og síðasta árs, að þá umreiknum við rekstrartölur með meðalgengi hvers tímabils, að meðan staða efnahagsliða er umreiknað á lokagengi ársins 2025 í evru. Nú, breytinga á starfsrækslu gjaldmiðli breytir ekki bókfæru virði heildareigna eða heildarskulda og eiginfjárhlutar samstæðunar helst að sjálfsögðu hið sama. Annars eru ítarlega gerð grein fyrir þessum umreikningum í skýringu 2.3 í ársreikningi samstæðunar sem liggur fram með heimasíðu félagsins. Nú, rekstur fjórðungsins tekjurnar nema 113,6 milljóna evra. Rekstrargjöld eru 67,5. Þannig er EBITDA hagnaður tímabilsins 46 milljónir evra. Afskriftir 3,8 og rekstrar hagnaður er þannig 42,2 milljónir evra. Fjármálatekjur í fjármagnsgjöld nánast á núlli. Áhrifarekstri hlutdeildarfélaga eru jákvæð 1,2 milljónir evra tæpar. Þar vegur þyngst þetta mjög góð fjórðungur hjá Polar Pelagic, hlutdeildarfélag okkar á Grænlandi, áður á meðan það er neikvæð stað upp á 2,7 milljónir evra inn í þessu reikning vegna hlutdeildar okkar í afkomu Arctic Fish. Nú, þannig er hagnaður fyrir skatta 43,4 milljónir evra og 9,8 milljónir evra árið áður. Þetta er töluvert mikil viðsnúningur. Nú, reiknaður tekjuskattur er 8,4 milljónir evra, þannig er hagnaður tímabilsins 35 milljónir evra. Nú, ef við skoðum aðeins hagnaðarbrúna á milli á fjórðungnum, að þá voru á þessum fjórðungi árið 2025 með 6,9 milljónir evra í hagnað. EBITDA hagnaður eykst í 25 milljónir evra tæpar, 24,9. Afskriftir minnka 463.000 evrur. Fjármagnsliðir eru hagstæðar 1,3 milljónir evra. Hlutdeildarfélögin eru betur 6,8 milljónir evra, gríðarlegur viðsnúningur þar. Bæði er staða Arctic Fish neikvæð, það var ekki eins neikvæð fyrir árið síðan á fjórðungnum í fyrra. Og eins er hlutdeildarfélag okkar Polar Pelagic sem byggir mikið á loðnuveiðum, var ekki meira en loðnu að ráði fyrra, þannig er umsnúningur það líka, þannig að það er mikil umsnúningur í hlutdeildarfélögum. Nú, reiknaður tekjuskattur hækkar aftur á mótum 5,4, þannig er hagnaður tímabilsins núna 35 milljónir evra. Nú, starfsþáttar yfirlit sem við birtum, útgerð, landvinnslu og annað, að þá erum við með útgerðin með veltu upp á 56,6 milljónir evra, og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir upp á 25,6. Nú, landvinnslan með 86,5 milljónir evra og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 22,1 og annað með neikvæða veltu upp á 10,8 milljónir evra og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir neikvæður 1,7. Undir annað er eins og áður Hóðaverksmiðjan Laxá, PTA sölufélagi í Gríklandi og skrifstofu og stjórnunarkostnaður í samstæðunni. Nú, samtals erum þá velta samstæðunar 113, þegar er búið að taka til eigin afla og jöfnunarfærsla á milli innan samstæðu, þá er tekjur samstæðunar 113 milljónir evra og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 46
milljónir evra og afskriftir 3,8 og við erum þá með áhrifavexti hlutdeildarlega 1,1 og tekjuskatt 8,4 og hagnaður tímabils þannig 35 milljónir evra. Eins og áður sagði þá held ég þetta sé, þá er þetta besti fjórðungur félagsins frá upphafi að ég til. Nú, EBITDA-brú, ef við skoðum aðeins sveifluna þar á fjórðungnum, þá vorum við með 21 milljón evra í EBITDA fyrsta fjórðungur 2025. Núna er útgerðin 16,5 milljónum evra betri í EBITDA, landvinnslan er með 8,6 milljónir evra betri EBITDA og annað er bara nánast á nulli, þannig er EBITDA fjórðungsins 46 milljónir evra. Nú, efnahagur að þá ef við skoðum eignir samstæðunar 31. mars, þá erum við með fiskveiðiheimildir í 446,7 milljónum evra. Varanlegir rekstrarfjármunir 184,2 milljónir evra og leiguréttindi 1,7 milljónir evra, þannig eru rekstrarfjármunir í 185,9 milljónum evra og fjárfestingaeignir eru í 139 milljónum evra, þannig að samtals eru fastafjármunir 771,6 milljónir evra. Nú, veltufjármunir eru í 194,8 milljónum evra og hækkað 18,7 milljónir evra frá áramótum. Þar við auðvitað þungt eins og við sjáum, birgðir eru 61 milljónir evra, viðskiptakröfur 60 milljónir evra og handbært fé 66,4. Nú, veltufjármunir þannig eru samtals 194,8 og heignir samtals 966,5 milljónir evra. Nú, eiginfjárskuldir samstæðunar er 641,2, langtímaskuldir 254, þar að skuldir við lánastofnanir 161,2, skammtímaskuldir 71,1 og skuldir samtals 325,2 og eiginfjárskuldir þannig 966,5 milljónir evra og hækkar 21,1 milljón evra á milli frá áramótum. Nú, ef við skoðum aðeins sjóstreymið, þá vorum við með handbært fé í upphafi árs 82,8 milljónir evra, veltufjár á rekstri á nemi 45,4 milljónum evra, greiddir vextir og skattar taka til sín 3,1 milljón, rekstrartengdar eignir og skuldir hækka 17,5 sem eru fjárbindingi í birgðum og viðskiptakröfum að stærstu leyti, fjárfestingarhefingar taka til sín 1 milljón evra, fjármögnunarhefingar taka til sín 40 milljónir evra en það eru afborganir af lánum og niðurgreiðsla langtímalána ásamt útgreiðslu arðs á tímabilinu vegna ársins 2025. Þannig er handbært fé í lok tímabil 66,5 milljónir evra. Nú, ég hef alltaf reynt að setja upp nokkra punkta og spá við framtíðina og fara svona yfir hvernig markaðsaðstæður og ástand horfir við okkur á þessum tímapunktum. Og ef við byrjum bara á uppsjávarmörkuðunum og tökum makrílinn, þá eru þetta ekki launing á því, þó að kvótinn sé lítill, að þá er mikill spenningu fyrir nýri verti eins og alltaf sem við reiknum með að hefja mun seinna en vanalega vegna samdráttar í heimildum. Það er mikill samdráttur þar. Og við höfum verið að sjá gríðarlega verðhækkanir, sem var mikla verðhækkanir á makríl á síðasta ári og ef að má taka mark af því sem verið að gerast með norskan og skoskan og ískan makríl þar sem hafa verið ári, að þá eru miklar verðhækkanir í vændum. Þar hafa við verið að sjá algjörn metverð á makríl. Að vísu eru tölulega viðspyrna út í markanum, það er það sem gerist þegar kvótar minnka og verð fara svona gríðarlega hátt upp, að þá detta líka ákveðnir markaðir eðlilega út. Geti ekki allir fengið, þegar kvótar minnka mikið, þá náttúrulega leita fiskurinn í verðmætustu afurðir inn á verðmætustu markaði og við þurfum að vanda okkur til að ná árangri og vanda okkur í veiðum og vinnslu þannig að við getum þetta nálgast sem mest verðmæti út úr þessum heimildum sem við höfum. Og við væntum töluverðar verðhækkanir inn í frá síðasta ári. Nú, síldin, þar hefur sala gengið samkvæmt áætlun. Við höfum verið að framleiða mun meira magn af síld en undanfarin ár. Og markaðir eru í ágætis jafnvægi, en það er töluverð aukning til þessi norsk-íslensku síldinni frá síðasta ári og það er alveg, má reikna með því að vera einhver pressa á verði þar og bara á síldamörkuðum. Það er verið að veiða töluvert síld og við reiknum með svipuðum kvóta í íslensku síldinni. Svo er annað sem getur líka alveg haft áhrif á síldina núna að í stað þess að framleiða manneldissíld í ódýrustu afurðirnar, að þá kannski
sé skynsamlegast að taka það í mjöl og lýsi af því að við höfum verið að sjá mjöl og lýsismarkaði hækka gríðarlega á síðustu misserum. Þannig að það bara eitthvað sem á eftir að sjá hvernig spilast. Nú loðnuvertíðin eins og oft hefur komið fram hérna áður, hún gekk mjög vel og það gekk ótrúlega vel að veiða. Við fengum náttúrulega einmunna blíðu á meðan á þessu stóð. Kannski minnist þetta svona viku eftir að vertíð lauk, þá fengum við hérna bara hátt í 3 vikna brælu við suðurströndina og hérna ef hún hefði verið á loðnuvertíð sú bræla þá hefði árangurinn verið töluvert annar held ég. En það gekkist vel og það var gríðarlega mikið magn framleitt af frosinu loðnu og einsar hóknum bara mikið magn. Og sölur svona hafa farið ágætlega á stað eins og hangin á Austur-Evrópu bara verið svona stöður hreyfing, verð bara í sögulegu samhengi góð. Auðvitað lægri en menn væntu í upphæfi, það náttúrulega helgast að því að bara töluvert miklu meira magn framleitt. Alveg sama með Asíu, verð sem eru að vinna með núna út í markaðinn og að selja og þau eru töluvert lægri en væntingar stóðu til í upphæfi eftir það svona en í ljósi þess hversu gríðarlega mikið magn var veitt og unnið og fristinn á þessa markaði þá hefur auðvitað eðlilega verð gefið eftir. Nú sala á loðnurhóknum ekki enn komin á neitt skrið, þar eru menn svona að reyna að finna jafnvægið í markaðnum hvar verðið liggur og svo framvegis áður en þetta fyrir að hreyfast en það var alveg framleitt töluvert magn af loðnurhóknum sem alveg það þarf alveg að hafa sér allan við að koma því út í markaðinn. Mjöl og lýsi, það auðvitað, eins og ég sagði, það hefur hækkað mikið en það óvissa í Perú núna með yfirstandandi vertíð og eins bara varðandi næstu misseri, varðandi framleiðslu á mjöl og lýsi, menn eru að tala svona hugsanlega El Niño og þarna suður frá og þá hafa náttúrulega alltaf hækkað mikið af mjöl og lýsi vegna óvissu í Perú og Chile. Og bara svona sem dæmi, það voru að sjá lýsisverð í dag komið í, ég myndi segja að lýsisverð bara komið í $4.000 og það yfir, sem var kannski bara í nær $3.000 áramót og við erum að sjá mjölverð í dag kannski, menn að tala 29 til 30 norskar sem við að tala kannski 25-6 norskar fyrir ekkert svo lengur síðan áramót. Þannig að það alveg einhver ferð á mjöl og lýsi. Nú bolfiskmarkaðin eins og hefur komið fram eru líka bara mjög sterkir og við erum að sjá mikla eftirspurn inn á Bretlandi og Evrópu og verðið eru víðast hvar há, gengur vel að selja. Og sala á feskum og fristum þorsku og ísóðunum hefur gengið bara þokkalega, aðeins verið sveiflur þar, meiri sveiflur upp og niður í verðum. En þau hafa þó svona hækkað í takt við sjófristinguna og saltfisksmarkaði. En síðan hefur við bara að sjá eins og mikla eftirspurn eftir ufsa og öðrum hvítustegundum. Við erum að sjá verð á keilunni hjá okkur hækka mikið töluvert og löngu og svo framvegis. Þannig að eðlilega leitar fólk og markaðinn í aðra tegundu, það skortur á þorski. Sama með saltfisksmarkaðinn, það eru góðir og eftirspurn á flestum mörkuðum það góð, en auðvitað það í svona ástandi, mann spyr sér stundum og klípur sér stundum yfir því að verðið eru nú há og einhvern veginn gengur vel og þá spyr maður sér alltaf þegar verðið eru komin mjög hátt upp hvort að niðursveiflan sé handan við hornið, ef maður skoðar svona söguna í svona sveiflum að þá hefur nú oft fylgt mikið lægð háum verðum. Það sem kannski öðruvísi núna, það mikil samdráttur, sérstaklega í þorskheimildum hérna við norðanvert Atlantshaf. Svo áður hefur komið fram hjá mér að Íslendingar eru orðin stærsta þorskveiðiþjóðin eins og staðan núna. Og við erum jafnvel að sjá í nýjustu tölum Hafró að það megi reikna með frekari lækkun á þorskkvótum þannig að kúnstin kannski að velja núna réttu markaðina en líka samanskapi að halda svona hlutum opnum, að loka ekki, reyna að halda sem flestum dyrum opnum en velja samt þannig að við séum að koma fisknum í verðmætustu afurð hverju sinni. Það kúnstin. En við mögum ekki, við þurfum alltaf að vera á tánum að vakta það og eins líka bara ekki að gleyma okkur í þessu ástandi. Þetta mjög, vissulega þetta ánægilegt ástand og gengur vel en við mögum líka að passa þetta verði bara ekki eitthvað svikalogn. Við þurfum að reyna að halda þessu og vanda okkur í þessu. Nú heimsmálinn það þetta bara þessi tollarinn á Bandaríkin þó þessi ekki að hitta síldaðinsluða mikið þá hann búið að leggja toll á íslenska vörur og það alveg að hitta ákveðna útflytjendur einhverja neyslu eins og eins og laxur og framvegis. Það auðvitað ljóst að það spenna í átökum víða sem skapar óvissu og bara þessi olíukreppa í heiminum hún náttúrulega hækkar allt orkuverð á okkar markaðssvæðum og minnkar þá ráðstöfunartekjur og veldur auðvitað pressu á efnahagsmálin allan heim.
sem að auðvitað má reikna með að geti bitið okkur einhvers staðar þó við sjáum það ekki gerast í augnablikinu, þá held ég að við þurfum að ára tánum fyrir því. En eins og ég hef sagt að það voru að ljúka gríðarlega góðum ársfjórðungi, einu besta í sögu félagsins, og það helgast auðvitað af góðri loðnuvertíð og kolmunnavegar gengur vel. Það er kannski jákvætt að en við mögum ekki gleyma okkur eins og ég segi, þetta má ekki vera eitthvað svikalogn, við þurfum að halda áfram vöku okkar yfir því, við þurfum að sjá kostnaðarliði og ýmis gjöld hækka mikið á okkur og margt í umhverfi okkar samkeppnisumhverfi sem svona aðeins að fara að halla á okkur, þannig að við verðum að halda vöku okkar þar líka. En veiðar gengur vel á kolmunna sem var kannski eins gott því að olíuverð hafa hækkað mikið og þá fer bara minni olía í að ná í fiskinn og við höfum ekki séð kannski eins fáa lítra á baku hvert veitt kíló í tonni í kolmunna eins og á þessari vertíð. Það helgast bara miklu magni af kolmunna og sterkri veiði. Nú undirbúningur fyrir makríl á fullum gangi hjá okkur og það takmarkaður kvóti, verður svona kunst að spila úr. Við erum aðeins að fjárfesta í frystihúsinu í svona aukinni tækni á sviðum og svona sem miðar auðvitað því að lækka kostnað til lengri tíma litið því að það við fjárfestum ekki nema við sjáum einhvern ábataði. Stækkun höfuðstöð okkar í Neskaupstað og endurnýjun á, bara eðlilega endurnýjun og aðeins stækkun á skrifstofuhúsnæði í Síldarneyslu í Neskaupstað er komið í gangi hjá okkur. Það er kannski löngu orðin þörf á því. Við bíðum auðvitað endanlegra ráðgjafar í okkar helstu bolfisk nytjastofnun en það lítur ekkert allt of vel út þar með það sem hefur komið frá Hafró eins og varðandi voraðlir. Bolfisk vinnslan og veiðar í Grindavík hafa gengið vel en auðvitað er ennþá landris og ákveðin áhætta eins og við höfum séð í fjölmiðlum en við trúum því að það verði ekki nein röskun þar. Íslandi loðnuvertíð er kannski líka ákveðið svikalogn. Við greiddum engin veiðigjöld á loðnu þar sem við erum að koma á loðnulausum árum í viðmiðunar árum þannig að það þýðir 0 veiðigjöld í loðnu sem er heldur ekki gott. Við erum líka að horfa kannski upp á veiðigjöld á næsta ári sem að gæti orðið gríðarlega há vegna ótrúlega lítillar vertíðar á síðasta ári og góðra verða. Þannig að einhvern veginn þurfum að finna leið með stjórnvöld til að jafna þessum sveiflum út. Loðnan er erfiður og dyntóttur fiskur og við þurfum að finna leið til að jafna út sveiflum í henni, allavega hvað þetta snertir. Við erum í raun búin að nýta svokallað afslátt af öðrum tegundum af öllum veiðigjöldum á fyrsta ársfjórðungi. Það er að segja að þessari 40 milljónir fyrirtæki, það er allt komið í hús núna á þessum fyrsta ársfjórðungi hjá Samstæðunni nema í hjá Fjölni sem er að nýta smábáta í krókaflamarkinu hjá okkur. Hann mun eitthvað vera að fram til ári að nýta sitt frítekjumark. Nú, svo má heldur ekki gleyma því, það er eingöngu 85% af veiðigjöldum komið til framkvæmda þannig að þau geta hækkað mjög skart á næstu misserum. Nú á þessum fundum þá hef ég gjarnan sett fram afkomuspá. Ég hef oft þurft að koma inn og breyta henni lagana eða þeir líður á árið og það er bara þannig sjávarútvegurinn. Þetta er svona, það eru mikla sveiflur í okkar ytra umhverfi og nú er kannski heimsmálin og markaðsaðstæður og ýmislegt. Þannig að við treystum okkur samt alveg til að vera með og erum að áætla að EBITDAn miðgildi ársins eigi að geta endað í einhverjum 110 milljónum, að þetta sé svona 105 til 115 milljónir evra í EBITDu og ef við sjáum það í þessari súlnaru þá er það eitt besta ár í sögu félagsins í þessu tilviki, 2023 var 113. Þannig að við allavega sitjum þetta fram hér með þeim fyrirvara og forsendum að úthlutun verði sambærilega fyrir ári eins og áður og við reiknum með mjög sterkum mjöl- og lýsismörkum út ári eins og við erum búin að ávarla hér. Og við erum að mörgu leyti að reikna með svona afurð að vera haldið stöðu með verðin í dag að það kom engin dífa í þau. Það eru auðvitað óvissu þættir eins og að Fiskistofan sem áætlun byggir á breyti göngumynstri sínum eða við síðustu ár. Og nýjar viðskiptahendur bætist á okkar markaðsvæðum og ófriður í heiminum ef það kemur eitthvað nýtt upp þar. Það getur verið gerist í bárættir, stríðið í Úkraínu gæti tekið enda sem við auðvitað vonum öll alla daga og það gæti komist á friður milli Bandaríkjanna í Írani og við Íran og þá náttúrulega erum við að sjá ef að þetta gerist nú
sem við vonum öll að þá myndi það hafa mjög jákvæð áhrif, teldi ég, á okkar rekstur. Og síðan ef eitthvað berist meira út eða fyrir hináttina, þá það bara í hináttina. Nú orkuverð, við erum búin að reikna með hér síðustu 9 mánuði ársins 25% meðal hækkun á orkuverðum. Og kannski bara til þess að gefa ykkur aðeins hugmynd hvað orkuverð og olíuverð þýðir fyrir rekstur síldarinnar, samstæðunar. Að það svona 25% sveifla í olíuverði einhverja 4 milljónir evra í EBITDA hagnaði cirka. Svona bara til þess að þið kveikið á einhverju stærra gráðum í því að olía orkuverð skiptir okkur greiðlega miklu máli. Auk þess sem auðvitað orkuverð hefur, eins og ég segi, áhrif á bara ástandið í okkar helstu markaðssvæðum í heiminum og getur alveg haft afleiðingar á markaði sem við erum á. Og auk þess sem að aðföng geta, við erum þess að sjá plastaðföng og annað og svona í umbúðum að taka hækkunum vegna olíunar. Þannig að það margt sem getur svona speglast farið í ýmsar áttir í þessu. Eldsumbrot, við erum ekki að reikna með neinum áhrifum á vinnslu okkar í Grindavík vegna eldsumbrota og það auðvitað mikilvægt að það sé haft í huga við mat á þessum spám. Nú að þessu sögðu þá þakka ykkur sem að hlustið á og hlýðið á og hafi áhuga á að fylgjast með rekstri okkar. Og spurningar og svör getið þið sendt sem fyrir á fjárfestir@svfn.is og við reynum eftir fremsta megni að svara þeim spurningum sem við fáum. Auðvitað hafa komið spurningar sem við höfum bara ekki endilega geta svarað en við gerum okkar besta og takk fyrir áhorfina.